Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn sem að hluta til tekin upp á Dalvík. Hérna við Ásveginn býr hún Kolbrún Pálsdóttir en hún hefur alla tíð séð síldina og rúgbrauðið á fiskideginum mikla. Kolbrún, hvernig kom það til að þú tókst að þér rúgbrauðið og síldina á fiskideginum? Ég held að það hefði bara verið það að Júli bað mig að koma. Og ég hef fylgt honum eftir. Var fyrst með annarri og mér fannst nú kannski vera nógu gott skipulag á þessu fyrsta árið og þannig að einhvern veginn axlaðist þetta bara þannig að ég tók þetta að mér og skipulaði þetta þá. Við smyrjum á föstudeginum og föstudagsmorgninum og þar koma margir að og þar á meðal árgangur 59 sem að notar þetta tækifæri til að hittast og fer svo í súpu eða mat á eftir og síðan koma bara fleiri og fleiri inn í þetta, fólk að hringja og spyrja hvort það megi koma og vera með og margir sem koma að smurningunni á föstudeginum sem að vinna svo ekki á laugardeginum. En síðan skipuleggjum við venjulega laugardaginn þannig að það þurfi ekki allir að standa allan daginn og ég hafi nú kannski verið þarna viðljóðandi allan daginn. En þetta eins og segja, þetta bara hefur gengið svona til og fylgja Júlla eftir, það er bara sjálfsagt mál. Síld og rúgbrauð, þetta er nú alltaf vinsælt, eða ekki? Mjög vinsælt og þessi síld sem við erum með í dag, þetta er alveg sælgæti, hún kemur bara tilbúin marineruð. Þegar við byrjuðum með þetta þá kom þetta fengum við kryddsíld, þurftum að byrja við flakana, skyrruna í stykki og þetta var mikil vinna. En þetta er bara allt annað núna síðustu árin og þá veiðum við þetta bara upp og setjum þetta í skálar og setjum þetta fram. Síðan rúgbrauðið, eins og ég segi, smurt á föstudeginum og á laugardeginum þá þurfum við að taka þetta allt og skera þetta niður í bita. Þetta er bara munnbiti sem að fer en þetta er alltaf mjög vinsælt og sumir koma segja sko ég kem nú aldrei til Dalvíkur á fiskideginum að fara í rúgbrauðið. Og það er náttúrulega gleður ykkar í nefndinni. Sjálfsögðu. Og þetta er bara mjög gaman og fólk er samhelti, allir svo glaðir og ég man aldrei eftir því nokkuð tímar öll þessi ár að það hafi verið óánægja eða fólk að ýta við hvort öðru, það er allir svo rólegir og afslappaðir og bara, já, þetta er bara gaman. En hvað með rúgbrauðið, hvaðan kemur það? Rúgbrauðið kemur bara frá, eingöngu held ég orðið frá Dalvíkur, húsmæðrum og feðrum, það er bakað þegar þetta byrjaði þá voru brottfluttir Dalvíkingar að senda frá Akureyri og svona, það er nú að mestu held ég horfið en þetta kemur bara frá alls konar fólki hér á Dalvíkin. Þannig að þetta er ekkert bakaris rúgbrauð? Nei, við viljum helst ekki bakaris rúgbrauð. Þó það sé gott, ég er ekki á móti því og einu sinni þurftum við að grípa til þess að við vorum ekki með nóg, þurftum að hlaupa upp í búð og kaupa. En þetta er eingöngu það. Og oft erum við með góðan afgang sem að fer þá til góðgerðarmála bara. Það við höfum farið með smurt brauð upp á Dalbæ og svo hefur þetta verið gefið bara. En að ég vera formaður nefndarinnar, rúgbrauðs og síldarnefndarinnar, þetta er heilmikið undirbúningur að rúlla hjá þér? Ég er ekki formaður. Hvorki nefndar eða ég held utan þetta fyrir Júlla og svo vinnum við bara saman. Júli segir að þú sitt formaður. Já, það getur vel verið. Þá hefur hann bara svoleiðis. En við bara vinnum þetta saman, það er allir sem einn maður, það stjórnar enginn. En ég kannski býst við því að ég myndi býsta með einhver alltaf að fara að verða með einhvern uppsteitt. En þetta er bara gleði. Ég geri ráð fyrir að þú hefðir kynnst óskaplega mörgum svona í öllu þessu starfi.
Já, auðvitað, kannski kynnist, maður sér margt af fólki, maður hittir marga gamla vini sem maður hefur ekki séð í ótal ár og fólk að koma og það er bara mjög gaman. Og kynst þetta, auðvitað hef ég kynst þessum konum því þetta er mikið sömu konur sem hafa verið til dæmis að vinna á laugardeginum og smyrja á föstudeginum. Og það er gaman að geta þess líka eins og á föstudeginum, það er að koma fólk hérna, það eru Reykjavíkar og Ísafirði og það er nánast allstaðar að landinu sem að kemur og segir, má ég ekki koma og smyrja? Og þetta er gaman. En þegar þú horfir nokkur ár tilbaka eða bara í gegnum tíðina, fiskidagurinn, ég hefur nú aldeilis komið Dalvík á kortið. Já, þetta er ég held að við Dalvíkingar gerum okkur í rauninni ekki grein fyrir því, hversu mikið þetta er. Það er bara, eins og núna síðasta halvan mánuðin sem að fer hérna í bæinn, það er alltaf verið að pússa og mála og dytta að. Fólk að hringja og koma og hérna og þann af landinu og segja hvað verður ekki gott veður á fiskidaginn. Ég er að koma. Allir sem og ef maður fer og segir, hittir fólk svona á förnum við, ég er frá Dalvík. Já, Dalvík, það sem fiskidagurinn er. Þannig að við vitum það, að þetta hefur virkilega komið Dalvík á kortið. Þegar þetta viðtal er tekið, Kolbrún, þú ert áttræð í dag, en hefur einhvern tíma til að halda upp á afmælið? Það er alltaf tími, en það ætla ég ekki að halda upp á afmælið. Kallinn minn og krakkarnir vilja hafa eitthvað og þau það. En ég finn svo sem engan mun á því að vera áttræð. Nú er ég náttúrulega orðin komin á það virðulega aldur, níræðisaldurinn. Í gæra var ég bara áttræðisaldurinn. En það er ekki svo mikil munur. En að vera að undirbúa fiskidaginn mikla, þú lítur svo vel út, þú ert ungleg, er þetta ekki bara gott yngingameðal að vera svona á kafi í félagsmálum? Þakka nú fyrir það, en ég held það nú líka, það gefur öllum mikið að finna það að það er leita til manns, maður er beðinn að gera hluti og það er bara mikil. Já, það er bara mikið og það er bara, maður þakkar það ekki eins og vert er að fá að vera svona út á meðal fólks og finna það að maður er einhvers metinn. Og við á N4 segjum bara til hamingju með daginn og til hamingju með fiskidaginn. Þakka þér kærlega fyrir það.